Sæl, ég hef verið með allnokkur jarðfræðierindi á YouTube á ensku og sum þeirra hafa fjallað Ísland. Og ég hef tekið eftir því að þau hafa fengið allnokkurt áhorf frá Íslandi, svo ég taldi að vera ástæða til þess að kanna hvort áhugi væri fyrir slíkum erindum á íslensku og byrja hér. Erindi verða svipuð þeim ensku en nálgun verður ansi mikið önnur og það helgast af því að fyrir það fyrsta þá þekkja Íslendingar mörg þau svæði sem ég lýsi hér mjög vel og í annan stað þá jarðfræðin svo ríkur þáttur í sögu þjóðarinnar og tilvist þjóðarinnar og því jarðfræði þekking miklu meira á Íslandi almennt heldur en gerist í flestum öðrum löndum. Svo við skulum byrja hér og sjá hvernig þetta fer. Svo Ísland hefur einstaka möguleika á því að skilja, ekki bara skynja, heldur skilja þá krafta sem móta jörðina okkar. Og ég sýni hér fyrst nokkuð dæmi þau jarðform og þau ferli sem eru afleiðing af þessum kröftum og ég ræði í þessum erindum. Hér sjáum við fyrst í A, vesturhlíðar Esju sem ég ræði í næsta erindi. Í B sjáum við Þingvelli, Almannagjá og reyndar Hengilinn. Almannagjá ræði í næsta erindi en Hengilinn ræði ég seinna. C sjáum við stórkostlega togsprungu á Þingvöllum, Flosagjá sem ég ræði líka í næstu erindum. Og auðvitað verðum að rappa jarðhita og goshveri og hér strokkur og ég ræði strokk og fjalla jarðhitann í einu af þessum erindum. Þá það Gullfoss, okkar fallegi foss, sem ég reyna að skýra hvernig stendur á þessum þrepum sem finnast í fossinum og af hverju það hafa svona ólíkar stefnur. Og síðan hér til dæmis Kerið í Grímsnesi sem margir þekkja og skoða og hafa áhuga að vita hvernig var til. Í seinni erindum fer ég út fyrir Gullna hringinn og skoða hluti sem hægt að rannsaka jarðfræðilega upp í Hvalfirði. Hvalfjörður einstaklega gefandi jarðfræðilega og hér sjáum við berggang í Hvalfirðum. Þegar maður við sjávarmál eins og hér, þá við nokkurn veginn 1200 metra fyrir neðan upprunnið yfirborð svæðisins meðan það var eldvirkt. Það ekki eldvirkt lengur, of course, þetta útdautt svæði milljón ára gamalt, nokkra milljón ára gamalt, en með því að kíkja hér á og skoða og rannsaka þá strúktúra, ganga, misgengi og annars sem sést hér, þá getum við skilið betur það sem gerast eins og Reykjanesskaganum í dag. Hengillinn hér, þetta norðurhlutinn, þetta misgengi fyrir norðan Hengilinn og liggja hér út í Þingvallavatn. Ég hef sérstakt erindum Hengilinn. Reykjanesskaginn auðvitað mikið atriði í þessum erindum og í seinni erindum fjalla ég meðal annars þessi sprengigiga hér við Kleifarvatn og eina frægu togsprungu á Reykjanesskaganum þar sem brúin milli heimsálfa á að liggja yfir og liggur yfir. Síðan hinn fagra Skógafoss sem reyndar fellur fram af sjávarklettum, gömlum sjávarklettum og síðan hér Stuðlabergið í Reynisfjöru og ég fjalla tilurð þess og hvernig þessi stuðlar urðu til. Eldgos eru mjög algeng á Íslandi eins og við vitum öll. Það verður eitt gos að meðaltali á 4 til 5 ára fresti en stundum auðvitað miklu færri og stundum miklu fleiri. Til dæmis á árunum 2021 til 2025 urðu 12 gos á Reykjanesskaganum. 3 í Fagradalsfjalli og 9 á sprungun sem kennd við Sundung.
og þar sér hún kannski ekki enn fyrir endan á atburðarásinni. Á þessari mynd hins vegar erum við að skoða fyrri hluta gossins sem var á hálendinu í því gosið sem kenndi við Bárðarbungu og Holuhraun á árunum 2014 til 15. Jarðskjálftar eru líka algengir á Íslandi. Við sjáum hér litla sprungu í húsi sem hleypur hér eftir veikleika, nefnilega gluggunum. Færslan hér er lítil, 10-15 centimetra kannski, en þessi sprunga var til í þeim atburðum sem voru jarðskjálftarnir í júní árið 2000. Þetta eru stærstu skjálftar sem voru á Íslandi í áratugi, það voru í Suðurlandsbrotabeltinu. Þar var þetta misgengi sem hafði færslu upp á 1-2 metra, en hér sjáum við, sem ég segi, þetta er svona hliðarsprunga sem er með miklu minni færslu. En ég ræði sérstaklega jarðskjálftabeltið á Suðurlandi í einum mínum erindum. Í þessu erindi núna og þeim sem eftir fylgja, þá ætla ég að ræða lykilatriði í jarðfræði Íslands og með áherslu fyrst á Suðausturland og Suðurland. Það er kannski eðlilegt í þar búa flestir og ekki og lægi að byrja þar. Þar auki eru flest jarðform eða strúktúrar og jarðfræðiferli og þeir kraftar sem stjórna þeim vel sýnilegir í þessum hluta landsins. Og öll kortin sem sýnir svona þessi gráu kort með fallega upphleyptu landslagi, þau eru fengin frá Landmælingum Íslands og þau, eins og flestar myndir, þó ekki allar í þessum erindum, eru úr bókinu minni Gullna hringinn sem ég sýni hér á eftir. Kaflanúmeri hér sem ég skrifa hér á ensku, þau eru svæði sem eru utan við Gullna hringinn, sýni ykkur Gullna hringinn á næstu mynd, en þau eru utan við Gullna hringinn, sem ég fer í seinni erindum upp í Hvalfjörð og skoða hvað Hvalfjörður segir okkur það sem er að gerast undir yfirborðinu í virkasvæðinu. Ég fer líka eina ferð upp í Hengil og skoða þar misgengin og jarðhitann og annað slíkt sem tengist því. Og svo verð ég með 2 erindi Reykjanesskagann. Það dugar ekki minna til því svo mikið hefur að gerast þar síðustu árin og ég fjallaði eldgosin þar og hvernig er svona sennilegt að við getum túlkað þau og hvað er að gerast í jarðskorpunni og einmitt ber það sama við það sem við sjáum upp í Hvalfjörð og reyndar á Suðausturlandi og víðar líka svo í dýpri svæðum landsins þar sem rofi mikið og við getum séð allt niður á 2 kilometra dýpi í jarðskorpunni. Og svo í síðasta erindinu fer ég hér Suðurland, ræðum Suðurlandsbrotabeltið, hvernig er hægt að skýra jarðskjálftana þar og enda síðan í Reynisfjöru og á Kötlusvæðinu og reyna að skýra hvað er að gerast þar og hverjum megum að vona þar. Þegar ég ræði Suðurlandsbrotabeltið þá tengi ég það við Heklu sem er hér og sýni fram á ákveðið samhengi milli Heklu og Heklugosa og hreyfinga á Suðurlandsbrotabeltinu. Svo hér er þessi frægi Gullni hringur, eins og við sjáum, þá er hann nú kannski meira líkur svona frekar aflögum þríhyrningi en hring, en við skulum halda okkur við Gullna hringsnafnið. Og þessi númer hérna, þau vísi í staði þar sem ég hef tekið myndir og ræði jarðfræðina eins og hér til dæmis af suðurhlíðum Esju og síðan skoðum við Stardalinn og förum sér á Þingvelli og þaðan Laugarvatnshellana, Gullfossageysi, Kerið, Ingólfsfjall, Kristnitökuhraun og svo tilbaka Rauðhólarnir og til Reykjavíkur. Svo þetta fjalla ég allt saman en eins og ég segi og sagði áðan, þá ræði líka nokkur atriði utan við Gullna hring og þar á meðal Hvalfjörðinn og síðan Reykjanesskagann og Suðurlandið. Mest af þessu efni hérna í þessum erindum er að finna og þá í ítarlegra formi í þessari bók hérna sem var gefin út á ensku fyrir allmörgum árum.
Þar lýsi ég þessu í smáatriðum, meira heldur ég get gert náttúrulega í þessum erindum. Bókin til á ensku og reyndar á þýsku líka og þessi bók er ætluð fyrir almenning eins og þessi erindi hérna. Þeir sem hins vegar vilja kafa dýpra í þessa hluti, hvaða ferli er í gangi, hvað eðlisfræði er að bakvið þessi ferli sem við sjáum og þau landform sem myndast og sprungur og eldgos og jarðhita og annað slíkt, gætu haft áhuga að kíkja á þessar tvær bækur sem þessi fyrir Here Rock Fractures kom út fyrir allmörgum árum 2011 frá Cambridge University Press og þessi hérna Volcano Tectonics kom út 2020 og þetta eru sett kennslubækur og þar fjalla ég miklu ítarlegar þessi ferli, ekki bara Ísland, heldur almennt slík ferli eins og jarðskjálfta og flæði og vökvum, kviku, vatn, jarðhita vatn og annað slíkt og auðvitað eðli eldvirkni og hvaða ferli stjórna gosum og hvað gerist inn í eldfjöllum áður en gos verða. Og þar er ég með mörgar spurningar og mörg reiknidæmi og sum þeirra leiði út svörin lið fyrir lið eða skref fyrir skref en þetta er sett kennslubækur ætlaði fyrir háskólastúdenta og fagmenn. Það er á fáum stöðum á jörðinni þar sem er jafn mikill breytileiki í jarðfræðinni eins og hér á Íslandi á jafn litlu svæði. En það sem kannski gerir landið alveg einstakt er að við getum, eins og ég sagði áðan, mælt og skoðað ferli atburði sem er að gerast inn í gosbeltinu, til dæmis hér í vestu gosbeltinu, og síðan fært okkur nokkra 20 kílómetra segjum yfir í Hvalfjörð, þar sem við getum skoðað sambærileg verksummerki eftir sambærilega atburði allt niður á 1200 metra dýpi. Og þetta gefur okkur svona þrívíddar skilning á því sem er að gerast og svo auðvitað getum við tekið tímar inn í og þá erum við að tala fjórðu víddina. Og það eru aðrir staðir í Íslandi þar sem við getum farið enn dýpra inn í gamlu jarðskorpuna hér á Suðausturlandi sem er einstakt fyrir jarðfræðinga. Þar getum við séð allt niður á 2 kílómetra dýpi, 2000 metra inn í gamlu jarðskorpuna og þess vegna á Suðausturlandi sjáum við toppa á grunnstæðum kvikuhólfum og auðvitað gangana og misgengin og öskjusín og annað slíkt sem tengist þessu. Þannig að Ísland býður upp á þennan möguleika að mæla og skoða og átta sig á hlutum sem er að gerast í dag og bera þá saman við það sem við getum séð að er sambarlegt á 500, 1000, 1500 eða 2000 metra dýpi. Þetta er alveg sérstakt. Þetta er alveg sérstakt. Hér sjáum við svona einfaldaða mynd af meginatriðum jarðfræði Íslands, sérstaklega virku svæðunum, það er að segja norðurgosbeltið, austurgosbeltið sem er reyndar framsækið rekbelti hérna er að þróast til suðvesturs og síðan vesturgosbeltið og Reykjanesskaginn er framhald af því eða hluta því og síðan gengur hann yfir á Reykjaneshrygginn. Ég sýni nokkur atriði sem við fjöllum eins og Geysi, Heklu, Suðurlandsbrotabeltið, Húsavíkurflateyjar miskingi þar sem fáum einhverja stærstu jarðskjálftana. Á Húsavíkurflateyjar miskinginu og Suðurlandsbrotabeltinu fáum við stærstu skjálftana hér á landi. Og síðan Kötlu, við ræðum hana seinna, Eyjafjallajökul og fleira og fleira. Skulum nú halda áfram og spyrja okkur einfaldra spurninga. Af hverju er Ísland til sem eyja hér út í miðju hafi? Það er ekki alveg sjálfgefið að landið sé hérna og það eru tvær auðvitað ástæður fyrir því og báðar auðvitað tengjast þeirri virkni sem er í landinu.
Við höfum þetta gríðarlega jarðvirkni hérna. Það eru eldfjöll, jarðhitasvæði og jarðskjálftar og jarðskjálftasprungur allt gosbeltið og á sprungusvæðanum á milli þeirra. Það eru tvær meginorsakir fyrir því að Ísland til sem eiga fyrst svo fyrir þetta svo að Ísland hluti af Mið-Atlantshafshryggnum þar sem plötur eða flekar eru að færast sundur og kvika kemur upp. Og þessi eldgos og innskot sem þar verða, þau bæta auðvitað við og byggja upp jarðskorpu Íslands. En ef það væri bara Atlantshafshryggurinn þá ætti Ísland að vera, eða landið, þetta svæði þar sem landið núna, eyjan núna, ætti að vera á 2-3 kilometra hafdýpi, hluti af hafsbotninum. Svo það ekki nægileg skýring. Hin skýringin auðvitað svo að Ísland toppurinn, heitreiturinn á toppi möttulstróks. Svo íslenski möttulstrókurinn hefur verið rakinn alveg í jarðskjálftagögnum niður á 400 km dýpi en hann nær miklu dýpra. Allir sér möttulstrókar eru taldir ná miklu dýpra eins og sýnir ykkur á næstu mynd. Þess að landið sjálft stendur uppi eyja fyrst og fremst vegna þess að undir því möttulstrókur. Og það hann sem viðheldur og gefur okkur þessa kviku sem byggir upp landið. Miðjan undir Vatnajökli og þar mesti þéttleikinn á megineldstöðvum. Það eru flestar megineldstöðvar hér á flatareiningu á svæðinu yfir miðju möttulstróksins, í miðjunni á heitareitnum svo kallaða. Heitareiturinn semst yfirborð möttulstróksins og síðan möttulstrókurinn sjálfur þar fyrir neðan. Svo hvernig líta þessi möttulstrókar út? Þeir eru ekki enn fyllilega útskýrðir. Þeir eru til staðar, það ekki spurning það. Hversu margir menn deila svolítið það. En hér eru sýndir nokkrir vel þekktir. Ísland reyndar ekki á þessari mynd. En þeir eru taldir eiga upptök sín í svona óreglum sem verða. Mishita óreglum sem verða á mótum ytri kjarna og neðri möttls á 2900 km dýpi. Þarna rís upp heitt efni, ekki bráðið, heitt efni rís þarna upp með plastist efni sem síðan bráðnar í efsta hlutan og þaðan kemur svo kvika sem fæðir af sér Hawaii, Ísland, Afar og Reunion og mörg önnur svæði. Svo Ísland á plötuskilum, plöturnar að færast í sundur, það rek í samræmi við þessa stefnu hérna á rekásnum, rétt yfir 1,8 cm á ári, það semst svipað og hálfur vaxtarhæðin á fingurnagl. Og það eru 2 megingosbelti hér á Suðurlandi, sem ég nefndi áður, vesturgosbeltið og austurgosbeltið og síðan eitt á Norðurlandi, norðurgosbeltið. Snæfellsnesgosbeltið passar ekki mjög vel inn í myndinu og það ennþá ekki alveg fyllilega ljóst hvers vegna það þarna það Það engin spurning, það þarna en orsökin fyrir því ekki fyllilega ljós ennþá. Ég sýni hérna nokkra stöðum, eins og ég sagði áðan, sem við ræðum en við skulum bara halda áfram og fara í ímyndaða ferð, fyrst frá Keflavík til Reykjavíkur og ræða þá jarðfræðina í Reykjavík. Og það ekki kannski úr vegi að hafa þetta svona vegna þess að það fara milljónir manna hér frá Keflavík til Reykjavíkur og svo tilbaka á hverju ári. Og það ýmislegt hér á þessari leið sem jarðfræðilega áhugavert og svona ágætis inngangur að þeirri jarðfræði sem ég ætlaði að fjalla um. Númerin sem ég sagði áður, þau sýna staði þar sem ég ímynda mér í stoppi í bílferð sem þarna gert ráð fyrir að sé fyrir hendi og kíki á þá jarðfræði sem sést frá þeirri stoppustöðu. Skulum byrja hér og átta okkur fyrst á því hvað Reykjanesskaginn raunverulega
er að gera þarna. Það er alveg ljóst að vestu gosbelti gengur hér út og síðan fer þetta út á Reykjaneshryggjinn. En Reykjanesskaginn deilist upp í að minnsta kosti 4 eldstöðvakerfi. Það eru kerfi þar sem aðal jarðvirknin á sér stað, eldgosinn og sprungumyndunin og kvikan kemur upp til yfirborðs auðvitað og jarðhiti fylgir oft með. Núna seinna árin hafa menn talað að Fagradalsfjall sé sjálfstætt eldstöðvakerfi og það eru sumir með enn fleiri. En aðalatriðið er það að kerfin eru til staðar og það er mest af virkninni innan þeirra og miklu minni milli þeirra að því varðar eldvirknina og svona sígengi og sprungureinar. Jarðníkið eða tektóníkin er sagt að hluta til innan kerfana en svo er líka hér mikil jarðskjálftavirkni eftir þessum plötu skilum sem ég dreigi hérna. Þau eru nokkurn veginn í austur, vestur að hluta til og ganga síðan raunverulega yfir í Suðurlandsbrotaveltið. Undir hverju eldstöðvakerfi á Íslandi er kvikuþró og þessi kvikuþró, það sem safnast fyrir kvika, hún fæðir af sér innskot og síðan eldgos. Kvikuþræðin er ekki alfljótandi þó ég sýni þetta hér í appelsínugulum lit sem virkar sem kvika allstaðar. Það er ekki alfljótandi, heldur er kvikan fyrst og næst í svona pórum eða hólum í berginu. Bergið er svona plastískt þarna, dikt, en sennilega nálægt toppi slíka þróa getur kvikan safnast fyrir og orðið nánast alfljótandi í öllu falli meðan að miklir atburðir eiga sér stað. Hvert einasta eldstöðvakerfi á landinu hefur slíka þró og yfirleitt lögun á eldstöðvakerfinu í samræmi við lögun á þrónni sem er undir. Það er að segja ef eldstöðvakerfinu er ílöng, eins og ég sýni hér, þá eru þrærnar undir ílangar og þær eru miklu, miklu stærri heldur en grunnstæð kvikuhólf sem finnast undir megineldstöð. Það er að segja, sum eldstöðvakerfi, reyndar flest á Íslandi, hafa ekki bara djúpstæða kvikuþró, heldur líka grunnstæð kvikuhólf og ef þau hafa grunnstæð kvikuhólf þá verður þar til megineldstöð. Megineldstöðin fær kviku sína mestu úr grunnstæðu kvikuhólu sem getur verið á allt frá 1 og jafnvel minna en það 1-2 kílómetra dýpi og stundum meira þakið á slíkum kvikuhólfum. En þakið á þró getur verið allt frá 9-10 kílómetra dýpi sem er sennilega það grynnsta. Við fundum eina slíka í tengslu við þessa atburði á Reykjanesskaga. Við fundum einmitt topp á þró undir Fagradalsfjalli á 9-10 kílómetra dýpi. Margar þeir eru miklu dýpri eins og til dæmis undir Kröflu 15-20 kílómetra og sums staðar undir miðjurlandinu geta verið enn dýpri heldur en þetta. En á Reykjanesskaganum er, að því við best vitum, bara hengillinn með varanlegt grunnstætt kvikuhólf. Ég ræði seinna hvað er að gerast til dæmis undir Svartsengi. Þar er svona laggangur sem virðist hegða sér eins og kvikuhólf, er trúlega ekki varanlegt kvikuhólf, heldur bara tímabundið. Svo eitt af fyrsta jarðfræðilega markvert sem við sjáum þegar við keyrum frá Keflavík til Reykjavíkur er Fagradalsfjall sem er náttúrulega frægt núna í tengslu við atburðina á Reykjanesskaga. Fjallið sjálft er stapi. Það er orðið til í eldgosum á síðasta ísaskeiði fyrir tugum árþúsunda. En síðan gaus það árin 2021,
22 og 23 og ég ræði það seinna. Við sjáum fyrir utan að sjá Fagradalsfjall hérna sem tiltölulega fagurt að sjá á þessari mynd. Sjáum við hluta af sprunguþyrpingunni eða sprungureininni við Voga. Og sprungurnar liggja hér í 14.000 ára gamlu Helluhrauni sem kennt við Þráinskjöld sem þá dyngja. Helluhraun oft mjög þykk eins og ég ræði seinna og sprungurnar sem myndast í þeim verður mjög áberandi og auðvelt að rekja þær og átta sig á þeim. Þær mynda þyrpingar eða sprungureinar og ein þeirra við Voga og mjög áberandi og sést vel hér á þessari mynd. Og kannski enn betur á þessari, hér horfum við frá sama stað en horfum í átt að Keili. Keilir hér, Mógilsfjalli Keilir hérna og það kannski vert að segja að í gosinu 2021, fyrsta þetta í Fagradalsfjalli, þá náði kvikugangurinn, eða gangurinn, alveg undir Keili en fór ekkert til yfirborðs þar. Hann var 9 kílómetra langur en fór bara til yfirborðs upprunalega á 180 metrum, miklu sunnar heldur en Keilir en hann var þarna undir Keili á svona 2 kílómetra dýpi. En hvernig sprungur þetta sem við erum að kíkja á hérna? Hvaða tegundir af sprungum þetta? Bergsprungur við erum skoða hérna. Hér flugmynd sem sýnir það kannski sæmilega. Við erum með 2 megintegundir af sprungum í svona sprunguþyrpingum á regnbeltum. Við erum með togsprungur, það sem hrein opnun, sjáum hérna litla togsprungu, það sem hrein opnun. Færslan bara lárétt, þvert á sprunguna, bara gliðnun, bara opnun. Síðan erum við siggengi, það misgengi, það sem annar sprungubarburinn, í þessu tilfelli þessi hérna, hefur síið með hinn rís soldið, ekki eins mikið og þessi sígur. Og sprungurnar myndast við tektoníska krafta sem orka á svæðið. Við erum náttúrulega hér með landrek í gangi og stundum verða sprungurnar tengdar við gangana sem aftur berggangana sem aftur tengdir landrekinu líka. Þannig að við erum að horfa hér eftir svona sprunguþyrpingu, sprungurein og þegar verða sæmilegar færslur á svona sprungum þá myndast jarðskjálfti. Það verður ekki alltaf jarðskjálftar þegar sprungur hreyfast en mjög oft. Svo hér erum við að horfa á þetta sama flugmynd undir aðeins öðru sjónarhorni og sjá hér þessi sprunga hér, þetta misgengi hér alveg einstaklega fallegt að því leyti að það passar við svona klassíska fræðilega mynd af því hvernig svona misgengi eiga að líta út. Það að segja færslan mest í miðjunni og minnka síðan til endana þar sem það endar raunverulega í togsprungu. Hér ekkert misgengi, hér engin lóðrétt færsla, bara opnun, lárétt færsla, sem þýðir að hér misgengi mjög grunnt, nær ekki djúpt ofan í jarðskorpuna, en hérna nær það miklu dýpra og það greinlegt misgengi. Misgengi myndast síðan í tengslu við gliðnun eða rek, sem þá tengt plötuníkinu eða flekaníkinu. Og þetta svona klassísk mynd af eðal sígengi eins og það á að líta út þegar allt passa við fræðigreinina, sprungafræðina. Svo þegar við færum okkur aðeins nær Reykjavíkinni þá sjáum við Keili nánar. Hann nær alltaf 379 metrum yfir sjó og hefur þessa fallegu Keilulón sem nafnið náttúrulega komið frá. Og hann, eins og önnur móbergsfjöll á Íslandi, myndaður annaðhvort undir jökli eða í sjó, trúlega undir jökli. Flest móbergsfjöll hér á landi mynduð við gos undir jökli, sum við gos undir sjó og sum senna í hvoru tveggja.
Ef að gos í Móbergsfjalli nær vatnsborðinu, ef það hefði náð sem hér upp hér, þá hefði runnið hraun, myndast hraunhetta. Hún er ekki til staðar hér, þannig að Keilir, þegar hann var til, náði aldrei upp úr því vatni sem var það til staðar sennilega inn í ísnum, myndast við bráðum á ísnum. En það er gígrásafylling hér inn í miðjun á Keili sem er ein ástæðan fyrir því hann hefur þessa fallegu keilulögun. Ná við botninn í neðrum hlutan á öllum Móbergsfjöllum er Bólstraberg. Hér er fallegt Bólstraberg, reyndar ekki frá Keili, heldur frá svæði sem er rétt við Laugarvatnshellan og ég talaði seinna í þessum erindum. Og slíkt berg myndast alltaf þegar það er mikill vatnsþrýstingur, svo oft á sjávarbotni eða á botnum og djúpum vötnum. Og síðan þegar að grynkar vatnið, þegar þetta hleðst upp, þá byrjar myndast brotaberg, sem kallaði brexía. Og ef það síðan nær Lifibols þá myndast rennur hraun. Ég fjalla sérstaklega myndun Móbergsfjalla í eina af þessum erindum. Og við skulum það halda áfram. Hér sjáum við að Móbergsfjöll er að myndast á Íslandi í dag. Þetta er jú Surtsey sem myndaðist 63–67 í gosi sem hófst á sjávarbotni og síðan náði upp yfir sjávarmál og þá rann þetta hraun sem við sjáum hér og þetta er því mjög svipað og við myndum kalla stapa ef það myndast inn í jökli. Staparnir eru hins vegar brattari af því að ísveggirnir héldu að fjallinu meðan það var myndast sem er ekki til staði þegar gosið verður út í sjó. Vestmannaeyjar sjást hérna í baksýn. Svo hér annað gos, það sem var til Móberg, það er Gjálpagosið 1996 í Vatnajökli og þetta er frá byrjun gosins, tekið úr flugvél og hér sjáum við að gosið er rétt búið að brjótast í gegnum ísinn og það er talsvert öskufall á ísi henni, grámi hér á ísnum er öskufalli og mikið sig, svona ellipsulaga sig vegna bræðsluna sem er á jöklunum. Þannig að hér er að myndast geil sem var sér stór geil og þar hlóðst upp Móberg, reyndar ofan á eldri Móbergshrygg sem var þar til staðar. Þannig að Móberg sem myndaðist hér bættist við það sem var til staðar. Nú á víða leiðin til Reykjavíkur frá Keflavík þá sjáum við þessi litlu hóla. Þeir kallast hraunhólar og þeir eru mjög algengir í Helluhrauni og þeir verða til þannig, þeir eru oft talsvert fyrirferðarmiklir, þeir geta orðið 10 metrar á þykkt eða hæð og kannski 20 metrar eða meira í þvermál. Þeir myndast þannig oft í lægð að kvika er það til staðar, renna kvika inn í lægðina og síðan byrjar að storkna yfirborðið á kvikunni, myndast skurn, en kvika heldur áfram að flæða inn undir skurðina og lyftir henni smá saman upp, byggir upp þrýsting og lyftir henni upp og þá hefur oft til sprungur hér í toppinn, við segjum þessi hraunhólar með sprungu í toppinn, þeir kallast bara hraunhólar íslensku og eru mjög algengir og ég ætla að sýna ykkur hérna núna líka frá Reykjanesskaganum þverskurð, lóðréttan þverskurð af slíkum hraunhól sem sést hér. Svo hérna sjáum við vel hvernig lít út. Hér er Helluhraun, belta Helluhraun ofan á toppnum á hraunhól. Hraunhólinn hér, kona hér sem gefur mælikvarðan. Og þetta er sem sagt þverskurður í sprunguvegg reyndar af hraunhól og hann myndaðist við það að kvika rann hér inn og lyfti upp skurninni sem hafði myndast þar sem að kólnu var örust. Þessi hraun komu síðan seinna ofan á hraunhólinn, þannig sést að hluti grafinn
og þetta lyftist á upp og þau eru til sprungur og hluta til stuðlasprungur en hluta til sprungur vegna upplyftingar þegar að hraunhóllinn var að myndast. Reykjavík sjálf er að mörgu leyti áhugaverð jarðfræðilega, ekki bara út af jarðhitanum sem hún dregur nafn sitt af, heldur líka að þetta hún er að hluta til í gamalli eldstöð, svokallið Viðeyjar eldstöð. Og ég sýni hérna gróft séð hvernig menn hafa hugsað sér að Viðeyjar askjan, það er sérst öskjubrot hérna, teiknað gróft hér, sem Reykjavík sjálf liggur að hluta til inn í. Eldstöðin er löngu útkulnuð. Reykjavík er ekki á eldvirkjusvæði, alls ekki. Þannig að það er engin hætta á því. En auðvitað jarðhitinn kemur að hluta til út af því að hér var eldvirkni og jarðskorpan tiltölulega heit undir borginni á miklu dýpi. Síðan sjáum við hér semst Viðeyjaröskjuna og Viðey sjálfa hérna, númer 1, vesturhlíðar Esju, í ræðum í næsta erindi, og Grágrýtishæðirnar, Öskjuhlíð og Skólavörðuholt. Og síðan nefni ég það að Reykjavík er utan eldvirkra svæða. Það verði ekki gos innan Reykjavíkur eða ætti ekki geta orðið gos innan Reykjavíkur, en það geta hraun runnið frá eldstöðvakerfinu á Reykjanesskaga til Reykjavíkur og eitt slíkt gerði það fyrir 5200 árum þegar það flæddi hér inn í Elliðaárdal. Kíkjum aðeins á þetta. Svo kannski fyrst að skýra bara gróft séð, ég fjallaði þetta miklu betur í næsta erindi, hvernig öskjur myndast. Askja er það, ég sýni hérna bara hálfa öskju, þetta er ekki ferskur hér í gegnum, þannig sýni bara hálfa öskju. Hún myndast þannig að það er ákveð spennusvið í jarðskorpunni sem leiðir til þess að myndast hringsprunga. Og þessa hringsprungu sígur sá hluti sem er innan hennar niður í grunnstætt kvikuhólf. Þetta er svona grunnatriði fyrir myndun öskju. Það þarf mjög sérstakt spennusvið til þess að þetta myndist, þannig að öskjumyndun er miklu sjaldgæfari í eldfjöllum heldur en til dæmis innskot á göngum og eldgos. Þetta er svona einföldu mynd af þessu, en ég fjalla þetta miklu betur í næsta erindi, svo ég bara sýningu þetta og sýningu hvernig öskjurnar líti út á yfirborði, bara til samanburðar. Nefnilega hér, frægasta askjan á Íslandi, virka askjan, þetta Askja í Dyngjufjöllum og ég sýni hér 2 hringsprungur þar, Askja sjálf sem er hér og síðan Öskjuvatns sem er hér. Það er 3. askjan og sumir halda sér enda að sé 4. askjan í Dyngjufjöllum, en allavega eru 3, minnst 3 þarna. Og Öskjusígur eru mjög athyglisverð fyrirbæri. Miklar rannsóknir fara fram á tilur þeirra og hvernig það geta orðið, því þau geta leitt til stórgosa sem eru þetta mikilvægt að geta sagt fyrir með svona sæmilegri vissu. Svo Reykjavíkur grágrýtið mynda nokkrar hæðir í borginni, þar á meðal Skólavörðuholt, nú auðvitað Breiðholt og svo Öskjuhlíð. Og við sjáum þessar hæðir hér og hvenær þær eru myndaðar er ekki alveg ljóst. Það er trúlegt að yngstu hæðirnar séu eins og í Breiðholti séu frá síðasta hlýskeiði ísaldar, það er að segja fyrir 115 til 130.000 árum. Og það kann að vera að efsti hluti Skólavörðuholts sé frá næst síðasta hlýskeiði, það er að segja fyrir 191 til 243.000 árum. Þess að ég segi þetta er ekki alveg ljóst, en það er margir sem hafa verið að rannsaka jarðsögu Reykjavíkur og svona myndin að verða skýrari með árunum.
Öskjuhlíð er svipuð, það er að segja að þar er Reykjavíkur grágrýti ríkjandi hér og það eru reyndar rispuð svo kallar hvalbök sem jökulrispaðar klappir nálægt Nauthólsvík sem sýna jökull gekk yfir grágrýtið og það má finna merki hærri sjávarstöðu líka í Öskjuhlíðinni, svona í 43 metra hæð, en Öskjuhlíðin sjálf rís í 61 metra yfir sjávarmáli. Nú varðandi fjöllin hér í grennd við borgina, ég fjalla ítarlega Esju og fyrst og fremst suðurhlíðarnar, en þegar ég fer upp í Hvalfjörð, seinna í þessum erindum, þá skoðum við Esju líka úr þeirra áttinni. Og þá, þegar ég fer upp í Hvalfjörð, þá ræði ég lítillega Skarðsheiði og Akrafjall, en mikil áhersla á Esju. Ég sagði að Reykjavíkurgrágrýtið væri Helluhraun, það er komið úr dyngjum, menn héldu áður fyrir að vera allt komið úr Mosfellsheiði sem er dyngja, en nú er talið að þetta séu margar dyngjur sem hafi gosið á mismunandi tímum og frá mismunandi stöðum auðvitað, og eins og ég segi, það er margt rannsakað í jarðsögu Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins, en það er ennþá sérst ekki alveg ljóst hvaðan öll þessi grágrýtishraun runnu, og það eru svona önnur atriði sem eru mjög til skoðunar. En hér sjáum við eina dyngju, miklu yngri, hún er frá nútíma og heitir, eins og flesti vita, Skjaldbreiður, og ég ræði hana í þriðja erindinu sem ég held hérna. Eins og ég sagði, Reykjavík er ekki inn á virku eldgosabelti, hún liggur utan virkra belta. Og hvað eru þá virk belti? Jú, í eldfjallafræði segjum við að eldstöð eða eldstöðakerfi eða jarðeldabelti er talið virkt ef þar hefur orðið gos á nútíma. Nútíma var lengi talið vera síðustu 10.000 árin, en núna í nýrri skilgreiningu er miðað við 11.700 ár. Svo ef það hefur ekki orðið eldgos á svæði í 11.700 ár telst það útdautt sem eldvirkt svæði. Það breytir hins vegar ekki því að hér eru Bláfjöllin og það getur runnið hraun og hafa runnið hraun í áttina að Reykjavík og auðvitað að miklu yngri hraun hafa runnið á höfuðborgarsvæðinu, Hafnarfirði og þeim svæðum. En hér rann hraun inn í Elliðaárdal fyrir 5.200 árum. Nú, hvað myndum við gera í dag? Ætlum við ekki gera það sama og við gerum núna í tengslu við Grindavík og Svartsengi. Við myndum byggja varnargarða, þessi hraun renna þá langt að, og við myndum byggja varnargarða til þess að stöðva þau eða veita þeim annað, í öllu falli veita þeim frá borginni. En það eru þetta margt sem þarf að skoða í þessu samhengi. En sérst, borgin sjálf, Reykjavík, er ekki á eldvirku svæði. Svo ég hef nefnt núna í þessu fyrsta erindi ýmis svona jarðform eða strúktúra og ferli og svona vikið að þeim kröftum sem að liggja þar að baki. Ég skoða hér jarðskjálftasprungur og misgengi, Móbergsfjöll, Bólstraberg, hraunlög, hraunhóla, öskjur, bergganga, gossprungur og gosshveri. Ég hef sýnt ykkur svona aðeins nasasjón af þessu og ég ræði þau flest öll miklu ítarlegar í seinni erindum. Og í næsta erindi þá ætla ég að fjalla það sem sést á leiðinni frá Reykjavík til Þingvalla, en einnig sprungurnar á Þingvöllum sem eru gríðarlega mikilvægar og eru svona eitt besta dæmi áhrif Plötunhyggs eða Flekanhyggs á jörðinni. Og því við hæfi að enda þetta fyrsta erindi á því að líta hér til suðvesturs eftir hluta af Almannagjá. Ég ræði þessa sprungu náttúrulega mjög vel mjög ítarlega í næsta erindi. Og megineldstöðina, Hengil, sem þetta jarðhiti mikill og margt að skoða, og ég ræði Hengilinn seinna í þessum erindum.
En þá segi ég bara takk fyrir áhorfið og vonast til að sjá ykkur í næsta erindi.